flest allir. Flutti í Kópavoginn svona kringum 1968. Þá voru mamma og fóstri mér farin að byggja. Bjuggum hérna á nokkrum stöðum, var hérna í Hlégerðinni í Kópavogi og svo Hrauntungunni og flutti svo upp á Álfhólsi og átti heima þar alla tíð. Þangað til ég fór að heiman. Fór í Kársnesskóla og tók fyrir 1 bekk þar og svo Kópavogsskóla og svo endaði ég í Digranesskóla. Maður pröfaði Víghól og menntaskólann en ég kláraði hann ekki menntaskólann. En svo datt maður bara niður í þessar íþróttir, langaði aldrei neitt að læra. En hérna sá bara fyrir mér íþróttir og ekkert annað. Lífið var bara íþróttir. Var búin að vera í frjálsum, byrjaði frjálsum, var uppgötvuð innan, já, maður getur sagt það þegar ég fór í Víðáhanslaup IR og náði þar einhverjum framúrskarandi tíma og fór þá að, svo fór ég í handbolta og ég fór í fótboltan og ég fór í allt. Þetta var bara eins og ég segi, það var ekki tími fyrir neitt annað. Varstu gömul þegar þú byrjaði svona? Ég byrjaði í frjálsum svona í kring 9-10 ára og var komin í landslið bara 12 ára í spretthlaupi, boðlufsvið Íslands. Svo var ég í handbolta, ég náði því afrekið að spila líka landsleik þar. Þannig að ég eina af mjög fáum, kannski 2-3 sem hafa náð því að vera í 3 landslið. Fótboltinn átti bara allan hug minn. Ég kannski var mjög efnilegur frjálsíþróttamaður en mér fannst það bara svo leiðilegt að æfa, mér fannst gaman að keppa. Í fótbolta þá var eiginlega, þá varst alltaf að keppa þó þú værir á æfingu. Það er bara þannig. Það er bara þannig sport. Ég kom hérna á fyrsta æfingu út af Vallagerði. Það var fyrsta æfingi sem ég fór á. Þá var Halli Ellens að þjálfa. Og ég hafði frétt þetta í gegnum Rósu Vald, sem var svona miðpunkturinn í þessu. Við vorum saman í skóla og ég var fljót að hlaupa og hún plataði mig að koma á æfingu. Og þar byrjaði þetta allt. Þar byrjaði. Og eftir það var bara Vallagerði eiginlega allt. Ef þið leiddist, sem kom fyrir, að þá fórstu ofan af Álfhólsi, ég bjó upp á Álfhólsi 90 og maður rölti hérna niður. Maður tók kannski ekki neitt með sér því að enginn af vinkonum mínum var í fótbolta. Og þannig að ég eiginlega eignaðist ekki þessar dæmigerðu vinkonur. Ég átti miklu fleira vinum sem voru strákar vegna þess að þeir voru bara að gera hluti sem mér þótti skemmtilegir. Þannig að ég eiginlega var hérna með annan fótinn bara alveg þangað til eftir ég eignaðist Hófi. Þetta var bara aðalsvæðið. En þú, Hófi, þú ert sem sagt frumburðurinn. Já. Ég var náttúrulega eftir mér hér, ég hef séð myndir af mér hérna bara frá 1 árs aldri, sko. En ég man þetta ekki eftir mér fyrir en held ég að fyrst kom eitthvað kringum 6 ára. Þá man ég að mamma kom með mig á æfingu og ég prófaði bara svona eina eða eitthvað og hætti svo. Þorði ekki að kannski við verða 7. En svo leið eitthvað tíma og ég kom aftur og eftir það þá byrjaði ég á fullu. Svo fór ég á gull- og silfurmótið og þá var náttúrulega ekki aftur snúið. En við æfðum alltaf hér og svo er ég bara búin að þjálfa frá 14 ára aldri og þjálfaði hér alveg fram undir 20. Þannig að bara þegar fífan kom þá hættum við að æfa hér. Og þetta var alltaf mjög skrautlegt. Ég sá stundum þessar æfingar, sko, þó ég hafi verið aðstoðarþjálfari hérna. Þá sá ég einhverjar æfingar, veit ég hvort það hefði verið þetta því að Vallagerði var ekki uppáhaldið hjá hinum þjálfarunum en ég var mjög mikið hér. Og stundum spurði maður sig hversu mikil hætta stafaði af því að æfa í klakkanum sem var á Vallagerði. En þannig að þetta er ekki hert mannskapinn, hvort sem það hefur verið ég eða það sem ég var að þjálfa. En hér, já, svo hefur maður keppt inn í einhverjum hlaupum og spilað hérna leiki og bara svo var maður á vellinum og þá var maður hér. Þannig að það var margar minningar frá þessum stað. Þannig að þú byrjaði hér hvað, 6 ára? Já, ég held ég að vera á 7. ári. Ég held að ég fór á fyrsta mótum með 7 ára, þannig að þetta verið vorið. Ég var ámæla vorið, þannig að þetta verið 6-7 ára.
En þú? Ég, sko, fótbolta byrjaði ég örugglega að spila 3 og hálfs eða eitthvað, held ég. Svona fyrstu minningarnar á ég úr Kársnes, Snælandsskóla innanhús, það svona svo mikið ég að horfa á mömmu, alltaf að horfa á mömmu og örugglega haldandi, já, Kársnes, haldandi að ég væri að æfa fótbolta en ég varð það örugglega ekkert. En ég fór nú að mæta æfingar, var ekki alveg 3 og hálfs, 4 ára. Spilaði fyrsta leikinn fyrir 4 ára held ég. En þannig að það hefur eflaust verið heilmikið hérna á Vallagerði. Fyrsta minningin mín samt þegar ég svona næði að móta ekki fótbolta, heldur víðavangshlaup 17. júní og hljóp hérna einhverja 2 ringi, ég held að ég myndi ekki lefða af. En fékk silfur, ég vann það var svona mitt sæti. Og já, og svo var maður bara hérna alltaf, mikið að æfa. Alla flokka ég manni, ég meina, maður var pínulítill og svo er líka minningar þar sem ég var ekki pínulítill lengur. Svo var maður hérna í MK-deildinni, það var keppt hér og mikið stemning. Þannig að þetta bara, já, og svo var ég líka á vellinum. Þannig að ég var annarkvort að var maður aðeins að, já, einhvern veginn hérna svæði hérna og hjálpa til. Eltuð þið mikið mömmu ykkar í þessum? Já, hún var þetta fyrirmynd nr. 1 og það var alveg allan fyrir mína part. Þannig að þeir var, ég meina, mamma hætti fótbolta ég var 10 þannig að maður var bara tekin með og já, það var líka kannski það að við á þessum tíma þá byggum við í Reykjavík þannig að okkur tókst ekki, mér tókst ekki alveg strax að koma saman í Kópavogi og við fluttum, þegar við byrjum að búa, þá byrjum við að búa upp í hérna austur, hvað kallum við þetta? Drafeyri, já, nýri í hérna, já það er Austurbrún og þar og hérna og þegar við keyptum okkar fyrst íbúður og það selja bílinn þannig að þetta var bara strætó og til þess að ég gæti æft þá varð ég að taka þær með mér og þá fór ég með þær oft til mömmu og það var, ég hafði svo lítinn möguleika, þær urðu alltaf að fara með. Þetta er brjálæðislega góð barnaperson, okkur fannst aldrei leiðilegt sko. Og það er aldrei eins og, allavega segi ég sko fyrir mína parta, það var aldrei eins og mér hafi verið troðið í fótbolta. Það var bara samt það mest cool í heimi og sérstaklega því að mamma mér var ekki það. Það var bara ógeðslega skemmtilegt. Þannig að maður var mjög metnaðarfullur boltasækir líka. Maður hafði alveg frumkvæðið að því að byrja að vera boltasækir æfingur. Kannski var það til að drepa tíma, en ég upplifði alltaf bara að sjá skemmtun. Svo var það verið ógeðslega óþolandi fyrir alla hina leikmenn. Mamma þetta eina mamma sem, eða fyrsta mamma í fótbolta bara í Íslandi. Það var nefnilega, já, það var einmitt líka málið að það var eiginlega engin það var engin mamma. Þá hætti fólk. Það er ennþá þannig mörgu leiti sem betur fyrir mikla breytingar samt að bara alhansleginn í dag er fullt að koma með. Ég man alveg eftir, sko, það er nokkur minningabrot sem er svo sterk. Það er eftir þegar ég kom á fyrstu æfingarina. Þá var eiginlega, ég man ekki hvort það var girðing að vera aftan annað marki en allavega þá skaut ég alltaf yfir og ég var alltaf hálfa æfinguna niður á rúndstúni vegna þess að ég var að sækja bolta. Og svo var maður komin hálfa leið og kom annar bolti og þetta fór svolítið mikið tími á æfingunum að sækja bolta. Og Halli gleymir mér held ég aldrei fyrir það að sko ég skaut hérna niður upp í Þingólfsskóla og veist að ég hafði ágætan kraft en það er algjörlega vanstilt á hérna að hæð. Svo maður kannski pínlítið brennimertur alla ævi vegna þess að detta á möl það skildi nú eftir sár og þessi sár gréru nú yfirleitt ekki. Svo kom nú fyrir að ég var með einn svona vel góðan blett á lærinu og hann var nú komið svona hrúður yfir það. En eitthvað var þetta orðið aumt og þá kom í ljós að maður farið að grafa í þessu og ég sendi upp á sjúkrahús til þess að láta kíkja á þetta. Og þá sko það var ekkert verið að deyfa mann eða það var bara notaður sko járnraspur. Þetta var bara vírbusti og það var bara skafið af og þannig var það og ég sko í dag held ég sé ekki með ör eftir mölina heldur bara eftir hennar blessaða vírbusta. Ég lendi nefnilega líka í þessu og ég ef þetta með vírbustan, ég þurfti að fara
heilsugæslunni úr skólanum af því ég var með það var þarna fastökuæðinni og man eftir viðburstanum og ég notaði þetta alveg á stelpuna þegar ég var að þjálfa. Þá var ég dugleg að segja þeim stelpur, þið vitið ekki hvað er vont að láta raspum sáru. Ég kannski slapp við þetta. Ég er aðeins yngri þegar við færum okkur meira minna alveg yfir á gervigrasi. En ég var hérna mikið fullt af minningum í 3. flokki og örugglega hvort ég hafi verið eitthvað öðrum. En langmest í 3. flokki. Ég man svo skrítið því að svo að gervigrasi niður frá, en í yngri flokkum þá var maður hér. Miklu meira. Það var allavega undir, það var allavega þangað til að tíman opnaði, sem var 2002. Ég man allavega að, ég var komin í bílpróf vegna þess að ég man að ekkert auðvitað á stæði hérna. Það hefði verið ykkur leikur á undan. Ég gleymi ekki, ég lagði greinilega ekki löglega og ég man að það komin að byrja æfingin og ég man að það var ekki mikið fyrir að maður hljópa ekkert af æfingu og ég man eftir því að ég bað leyfi í sá að löggan komin til að færa bílinn minn og ég fekk ekki sagt. Þannig að það var alltaf það sem alltaf var gott að vera ekki inn í húsi til dæmis. Já, þannig að ég beið því að þau fengið sagt að þetta hefði verið inn í bílinn. Vera að vatnagerðinu. En það eru líka breyttir tímar, maður má ekki gleyma því að á þessu tímabili þá var ekki æft hérna svona mikið á veturnar. Og kannski sko fyrir þeirra tíma þá spiluðum við bara á sömurinn, síðan var bara svo fórstu bara í handbolta. Vegna þess að það var, innanlandsboltinn var svona, ég man undir jól, þú veist það voru í Kársnesinu, en svo var þetta var alltaf svona pása, við byrjum kannski jólið. En það var innanhús í Kársnesinu, en það var ekki verið hér á veturnar. Það var eiginlega seinna, þegar fótboltinn fór að vera heilsársíþrótt, þá var farið að æfa hér. Það kannski tími sem ég man ekki svo mikið beint eftir við höfum verið hér eitthvað á klaka. En þó man maður það fraus í sporinn og þá var ekkert aftur snúið, sko. Það var ömurlegt að spila hérna eins og þetta var langbesti völlurinn á landinu. Já, það var malarvöllurinn hér var langt betri. Hann var mýkri en allir aðrir. Valsmennin, hún var ógeð og var ekki svona hnillungar eins og svona stöðum, en ef það frýst í sporum þá er þetta öll bani, sko. En á þessum tíma, þá til dæmis þegar ég byrja, þetta svona sem að, sko, ég eiginlega í árgang sem fyrsti svona, árgangur sem að eiginlega byrjar og landslið dettur inn, við byrjum alvöru fótboltamót, við tökum lítil horn. Þetta svona var kvennafótboltinn. Á stórum völlur? Já, og þegar við förum í fyrsta landsleik, 1981, þá spilum við Íslandsmót á Íslandi með lítinn bolta og við tökum lítil horn, stutt horn. Á stórum völlur? Og við spilum 2035, já. Og svo förum við í landsleik og eigum að spila 2045, taka stór horn og með stóran bolta. Þannig, og þetta segir eiginlega að þegar þetta þá engir yngri flokkar. Það bara meistaraflokkur kvenna. Hófí byrjar í 4. flokki, eða ekki? Nei, hann byrjaði í 5. flokki. Ég byrjaði í 4. Já, og svo það var farið aftur á bak. Það var að breysta vorið því að ég var alltaf fór á fyrsta mótum í 5. flokki, en það hefur kannski verið að breytast þannig veturinn. Mér alltaf svona eiginlega sagt að ég byrjaði í 4. flokki, fór svo niður í 5. flokk, svo fyrir niður í 7. flokk og var þar í nokkur ár og svo loksins var maður upp flokk og þá